útilokað. Ég segi 77. fund bæjarstjórnar Suðurnesjabæjar settan og býð ykkur velkomin. Mættir eru Jónína Magnúsdóttir, Laufey Erlendsdóttir, Sigursveinn Bjarni Jónsson, Elín Frímannsdóttir, Einar Jón Pálsson, Oddný Kristrún Ásgeirsdóttir, Magnús Sigfús Magnússon, Anton Kristinn Guðmundsson, Úrsula María Guðjónsdóttir, Magnús Stefánsson bæjarstjóri og Árni Gísli Árnason ritari fundarins. Við göngum til dagskrár og það er fyrst hér almenn mál á dagskrá og númer 1 er forkaupsréttur fiskiskipa. Á 157. fundi bæjarráðs síðan 14. janúar síðastliðinn var samþykkt samhljóða að Suðurnesjabær nýti ekki forkaupsrétt á fiskiskipinu Dóri GK 42. Ekki var orðulaust. Og lagt er til að samþykkja afgreiðslu bæjarráðs. Þeir sem samþykkja það gefur merki. Það er samþykkt samhljóða. Annar mál á dagskrá Skerjahverfi land úr sérsvæði Sandgerðis. Á sama fundi bæjarráðs 15. janúar síðastliðinn var samþykkt samhljóða að fela bæjarstjóra að ganga frá samkomulagi við fjármála- og efnahagsráðuneytið umsýslu lóða á landi í eigu ríkissjóðs í Skerjahverfi. Ekki var orðulaust. Ef enginn kveður sér ljós, þá er lagt til að samþykkja afgreiðslu bæjarráðs. Þeir sem að samþykkja gefur merki. Það er samþykkt samhljóða. Þriðja mál á dagskrá samningar björgunarsveitir. Á 157. fundi bæjarráðs 15. janúar samþykkt samhljóða að fela bæjarstjóra að undirrita samninga við björgunarsveitirnar. Ekki orðulaust. Ég lagði til að samþykkja afgreiðslu bæjarráðs. Þeir sem það samþykkja gefur merki. Það er samþykkt samhljóða. Það er fjórða mál íþróttamannvirki breyting á gjaldskrá íþróttamiðstöð. Á 157. fundi bæjarráðs 15. janúar síðastliðinn var tillaga breytingar á gjaldskrá fyrir líkamsrækt eldri borgara og öryrkja íþróttamiðstöðum samþykkt samhljóða. Bæjarráð leggur til að breytingar á gjaldskrá taki gildi 1. febrúar 2025. Ég ekki orðulaust. Þá er lagt til að samþykkja afgreiðslu bæjarráðs. Þeir sem að það gera gefur merki. Það er samþykkt með 6 atkvæðum, eða þeir sem einhver móti og fulltrúar B-lista og Magnús Sigfús Magnússon sitja hjá. Það fór á rætt. Þá er það 5. mál á dagskrá, það er stefna aðstöðu og þjónustu við aldraða í Suðurnesjabæ, stýrihópur 2025. Á 158. fundi bæjarráðs dagsett 29. janúar síðastliðinn var samþykkt samhljóða að stýrihópur verkefnið verði skipaður eftirtöldum aðilum, Laufey Erlendsdóttir, Magnús Sigfús Magnússon, fulltrúi velferðarsviðs, fulltrúi mennta- og tómstundasviðs og einn fulltrúi eldri borgara í Suðurnesjabæ. Drög að verkefnislýsingu samþykkt og vísa til stýrihópsins. Ég gef orðulaust. Úrsula María, gjör svo vel. Bæjarfulltrúar. Já, þetta er bara mjög gott mál og kannski tímabært. Mér langar bara svona aðeins að velta fyrir mér verkefnalýsingunni og þeim punktum sem eru þar. Það finnst svona að þetta er kannski meira fyrir þá sem munu sitja í stýrihópnum og kannski að horfa svona með gagnrýnum augum á punktana sem eru þarna og kannski útfærsluna á þeim og hvernig þetta kemur fram með svona svolítið opnir punktar og kannski tvítekning á sömum punktum og svona mætti kannski aðeins fara betur yfir punktana sem eru þarna í markmiðinu á lýsinguna verkefninu sjálfu. Bara svona taka það með okkur í vinnuna. Takk. Takk fyrir þetta Úrsula. Fleiri sem kveða sér ljós undir þessum lið. Þá kannski bara svona aðeins til að svara Úrsula að þetta eru auðvitað drög að verkefnalýsingu sem er vísað til stýrihópsins sem ég geri væntanlega ráð fyrir að muni vinna fullkomna verkefnislýsingu fyrir verkefni áður en að fari vera af stað í áframhaldandi vinnu. Fleiri sem kveða sér ljós. Laufey, gjör svo vel. Já, forseti og bæjarfulltrúar. Þetta er auðvitað jákvætt og spennandi verkefni, ég tek undir það. En þeir sem hafa skoðanir á þessari verkefnalýsingu og finnst eitthvað þar vanta, ég bara hvetja þá til þess að koma ábendingum og framfæri við
hópinn. Takk fyrir þetta. Laufey, fleiri sem að kveða sér ljós undir þessu lið? Ef ekki, þá lagt til að samþykkja afgreiðslu bæjarráðs, þeir sem að það gera gefa merki. Það samþykkt samhljóða. Þá erum við komin að 7. máli sem fjárhagsáætlun viðaukar. Á 158. fundi bæjarráðs 29. janúar síðastliðinn var samþykkt að vísa 11. viðauka í fjárhagsáætlun 2024 vegna akstursþjónustu fatlaðra til staðfestingar hjá bæjarstjórn. Ég gef orðulaust. Og þá lagt til að samþykkja afgreiðslu bæjarráðs, þeir sem það samþykkja gefa merki. Það samþykkt samhljóða. Þá erum við komin að 7. máli sem byggðakvóti. Á 158. fundi bæjarráðs 29. janúar var samþykkt samhljóða óska eftir við matvælaráðuneytið ákvæði reglugerðar nr. 817/2024 gildi úthlutun byggðakvóta byggðarlagsins Skarðs með breytingu samkvæmt eftirfarandi. A-liður. Ákvæði 1. málsliðar 1. málsgreinar 4. greinar reglugerðar nr. 819/2024 verði skipting þess aflamarks sem nú kemur í hlut byggðarlags, auk þess aflamarks byggðarlagsins sem kann að vera eftir á úthlutun fyrra fiskveiðiárs, skal að öðru leyti fara fram til einstakra fiskiskipa sem uppfylla skilyrði 1. greinar samanber og reglur sérstök skilyrði fyrir úthlutun byggðakvóta í einstökum sveitarfélögum sem ráðuneyti staðfestir samkvæmt 2. til 3. grein eftir því sem við á og skal skipt hlutfallslega af því aflamarki sem fallið hefur til viðkomandi byggðarlags. Miðað við allan landa af botnfisksafla í tegundum sem hafa þorskígildisstuðla. Í þorskígildum talið innan sveitarfélagsins á tímabilinu 1. september 2023 og 31. ágúst 2024. B-liður. Ákvæði 1. málsliðar 1. málsgreinar 7. greinar reglugerðar nr. 819/2024 breytist og verður fiskiskipum með skylt að landa innan sveitarfélagsins þeim afla sem telja á til byggðakvóta garðs og til vinnslu innan sveitarfélagsins á tímabilinu 1. september 2024 til 31. ágúst 2025. Þetta var ágætislestur, en ég gef orðulaust undir þessum málslið. Magnús Sigfús, gjörðu svo vel. Forseti, góðir bæjarfulltrúar. Já, við erum einu sinni enn að glíma við úthlutun á byggðakvóta og ég finnst þurfa að koma fram svona svolítið af hverju þarf að óska eftir sérreglum við sveitarfélagi vegna sveitarfélagsins hér, þessum bæjarhluta. Það er ósköp einfaldlega að hér er ekki heima, þess vegna þarf að óska eftir þessum sérreglum. Að öðru leyti fengi bæjarfélagið ekki kvóta, en mér finnst þurfa að koma fram líka í bókuninni að við erum ekki að óska eftir neinum sérreglum í Sandgerðishlutanum. Þannig að ég finnst það vantaði inn í þetta, þannig að þetta er jákvætt, 65 þorskígildistonn í sigtvorum byggðakjarnanum og þess vegna hefði við fundist það vantaði inn í þetta umræðan. Takk fyrir þetta, Magnús Sigfús. Fleiri sem kveða sér ljós undir þessum lið. Einar, gjörðu svo vel. Forseti, ágætis bæjarfulltrúar. Ég vil bara taka undir með Magnús að rétt að þetta komi fram almennt. Ég tel það ekki rétt að þurfa að bóka það, þurfa ekki að sækja fyrir Sandgerði. En ég tek alveg undir með Magnúsi að geta þess hvers vegna við sækjum þessar reglur. Ég sé ekki ástæðu til að bóka það á neitt nátt sérstaklega, eða að við þurfum að bóka það sérstaklega að við erum ekki að sækja fyrir Sandgerði. Takk fyrir þetta, Einar Jón. Fleiri sem kveða sér ljós undir þessum lið. Nú, ef ekki, þá er lagt til að samþykkja afgreiðslu bæjarráðs, þeir sem að það samþykkja gefur merki. Það er samþykkt samhljóða. Þá erum við komin að 8. máli sem er þjóðlendumál, Eyjar og Sker. Á 158. fundi bæjarráðs, er ekki rétt hjá mér? Já. 29. janúar var samþykkt samhljóða að fela bæjarstjóra að láta að gæta hagsmuna Suðurnesjabæjar og lýsa kröfum til óbyggðanefndar varðandi Eyjar og Sker utan við Sandgerði og Sandgerðishöfn. Ég gef orðið laust. Magnús Stefánsson, gjörðu svo vel.
forseti, góðir bæjarfulltrúar. Þetta mál í vinnslu og bara upplýsa það var sem sagt lengdur skilafrestur á kröfum til, ég man ekki hvað dagsetninga það var. Það skiptir ekki máli. Ja, miðjan febrúar. Og við fengum sem sagt, skal ég segja, einhver lögmann til að vinna þetta fyrir okkur í hann er sem sagt að vinna líka kröfugerð fyrir sveitarfélagið Voga og þannig að við erum í samfloti þessi 2 sveitarfélög í málunum og það er ákveðið hagræðing í því að við gerum ráð fyrir að óbyggðanefnd eða ríkið berum upp í kostnaði við þetta, en ég vil líka segja frá því að þegar við vorum að kafa dýpra í málið með lögmannunum að þá munum við láta þessa kröfu ná yfir allt hafnasvæði Sandgerðishafnar sem er skilgreint samkvæmt hafnarreglugerð Sandgerðishafnar. Það er heldur stærra svæði og fleiri sker heldur við vorum búin að ræða en við munum eftir sem áður gera kröfu það að þau sker og eyjar og hólmar sem þar falla innan, það er að segja innan hafnasvæði, skilgreins hafnasvæði Sandgerðishafnar, að við gerum svona kröfum að það verði ekki skilgreint sem ríkiseign samkvæmt kröfu eins og í kröfu óbyggðanefndar. Ég vona þetta sé skýrt, þannig að krafan verður aðeins víðtækari heldur en að búið var að fjalla. Takk fyrir þessa góða útskýringar, Magnús. Eru fleiri sem kveða sér ljós undir þessu? Magnús Sigfús, gjörðu svo vel. Forseti, góðir bæjarfulltrúar, að ég ætlaði akkurat að koma bara inn á akkurat þennan hlut að það væri rosalega vont fyrir okkur ef að bæjarskipseyrin öll væri undir ríkiseign og við hefðum ekki umráðarétt yfir henni. Þetta er aðal skýrið sem að verndar höfnin og hafnarsvæðið okkar, innsiglingun og allt það batteri. Þannig að ég gleðst yfir því að þetta skildi hafa verið útvíkkað og mér finnst bara jákvæmt í því að við skulum reyna að vernda þetta svæði. Þetta er náttúrulega enga forsendur fyrir. Nú þekki ég ekki hvernig hólmarnir eru þarna, hvort að þeir eru einn bæjanna eða þarna var starfsemi á sínu tíma og allavega út í öðrum hólmanum. Ég veit ekki hvernig það er, hvernig eignarhaldið á þessu er. Það er gaman að vita það hvernig það er stílfært. Því að þetta er, á fjöru er þetta landfast. Þannig að það væri svolítið gaman að vita hvernig sáþáttur væri. Mér finnst þetta góða fréttir. Takk fyrir, Magnús Sigfús. Fleiri sem kveða sér ljós undir þessum lið. Þá er lagt til að samþykkja afgreiðslu bæjarráðs og þeir sem það samþykkja gefa merki. Það er samþykkt samhliða. Þá er 9. mál á dagskrá sem er menningarsjóður Suðurnesjabæjar. Á 158. fundi bæjarráðs 29. janúar síðastliðinn voru samþykktar samhliða tillögur breytingar og úthlutunarreglum og sem var síðan vísað hingað til bæjarstjórnar til samþykktar. Við gefum orðið laust. Ef enginn kveður sér ljós, þá er lagt til að samþykkja afgreiðslu bæjarráðs þeir sem það samþykkja gefa merki. Það er samþykkt samhliða. Þá eru konar 10. máli sem er deiliskipulag ofan Garðvangs, Teiga og Klappahverfi, endurskoðun seinni hluta hverfisins. Á 60. fundi framkvæmda- og skipulagsráðs 22. janúar síðastliðinn var samþykkt að leggja til að bæjarstjórn samþykki að auglýsa og kynna á ný tillögu að breytingu á deiliskipulagi ofan Garðvangs, Teiga og Klappahverfi. Seinni hluta hverfisins samkvæmt 41. grein skipulagslaga. Tillagan er í samræmi við aðalskipulag Suðurnesjabæjar 2022 til 2034. Ég gef orðið laust. Lagt til að bæjarstjórn samþykki tillögu framkvæmda- og skipulagsráðs þeir sem að það samþykkja það gefið merki. Það er samþykkt samhliða. Þá er það öldungaráð erindisbréf starfsreglur. Á 19. fundi öldungaráðs 7. janúar síðastliðinn voru staðfestar starfsreglur og lagt til að bæjarstjórn samþykki reglunar. Ég gef orðið laust. Hér er lagt til að vísa málinu til umfjöllunar í bæjarráði.
gefa aftur orðið laust. Þeir sem að samþykkja það gefa merki. Það er samþykkt samhliða. 12. mál á dagskrá öldungaráð erindisbréf. Á samanfundi öldungaráðs 7. janúar síðastliðinn var samþykkt að vísa erindisbréfi til samþykkta til bæjarstjórnar. Það er lagt til að vísa málum til umfjöllunar í bæjarráði en ég gef orðið laust. Og þeir sem að það samþykkja gefur merki. Það er samþykkt samhliða. Þá er það 13. mál á dagskrá starf öldungaráðs. Á 19. fundi öldungaráðs 7. janúar var samþykkt að óska eftir því að ráðið sé skilgreint sem fastanefnd og fulltrúar eldri borgar fá greiðslu fyrir nefndastörf jafnt við aðra nefndamenn. Það er lagt til að vísa þessu máli sömuleiðis til umfjöllunar í bæjarráði en ég gef orðið laust. Anton, gjörðu svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Já, ég verð bara lýsa yfir ánægju minni að það sé lagt til hér að vísa þessu til umfjöllunar í byggðarráði eða bæjarráði, afsakið. Að út af því að ég ætlaði mitt að var að velta því svona fyrir mér svona hvernig þetta yrði fjármagnað og líka bara upp á það að mér finnst þetta svona eðlilegt ef að þetta fara í þessa þætti að það við myndum bara vísa þessu þá rauninni til fjárhagsáætlunarvinnunnar fyrir næsta ár upp á að það er verið að bæta við kostnaði. Þannig að ekki misskilja mig, ég er ekki á móti málinu eða svoleiðis, ég er ekki búinn að taka afstöðu til málsins en bara mér finnst svona eðlilegt að það sé gert ráð fyrir fjármagni þá í verkefni ef það á að fara þessa vegferð. Þannig að út af því að maður er náttúrulega og svo ég spurði bara forseta beint, er gert ráð fyrir þessu í fjárhagsáætlun þess árs? Takk fyrir þetta, Anton. Þetta svarið sé bara klárt, nei, það er ekki gert ráð fyrir þessu en það er þessi til að koma fram núna. Þannig að nei, það er ekki gert ráð fyrir í fjárhagsáætlun þess árs. En ég gef orðið áfram laust undir þessum lið. Það er lagt til að vísa málum til umfjöllunar í bæjarráði. Þeir sem það samþykkja gefur merki. Það er samþykkt samhliða. Þá erum við komin að síðasta almennamálinu, mál nr. 14 sem er aðal- og varamenn í nefndum og ráðum Suðurnesjabæjar. Það er tillaga frá S-lista að Snævar Jónsson verði varamaður í hafnaráði í stað Elínar Frímannsdóttur. Orðið laust. Þeir sem að þetta samþykkja gefur merki. Þetta er samþykkt einhver á móti. Samþyktur að það var stjórn? Já, sættir hjá, já. Það. Magnús Sigfús Magnússon situr hjá. Ég hef ekki búin að segja. Nei. Þá erum við komin að fundagerðum til kynningar og það er bæjarráð 157. Ég gef orðið laust fundagerðina. Anton, gjörðu svo vel. Ég vil bara taka til máls undir fundarstjórn forseta. Já. Hvað er það? Já, gjörðu svo vel. Tala hann eitthvað að stríða mér hérna, maður sjá. Forseti og ágætu bæjarfulltrúar. Já, mér langaði að koma hérna upp undir liðnum fundarstjórn forseta. Mér langaði mér að velta fyrir mér hérna áður förum í liðin fundagerð til kynningar. Mér langaði velta því fyrir mér að ég sé að það er ekki fundagerð Fasteignafélag Sandgerðis, hún liggur ekki fyrir fundinum. Og ég sendi forseta skriflega fyrirspurn helgina. Mér langaði þá bara að spurja út af því ég hef ekkert fengið svör við erindi mínu. Þá langaði mér bara að spurja með leyfi forseta. Sæljóni, ég er að velta fyrir mér á hvað forsendum í drögum og útsendir dagskrá bæjarstjórnarfundar sem áætlað var að halda 5. febrúar 2025 að fundagerð fundar sem haldin var þriðjudaginn 21. janúar 2025 klukkan 16 í stjórn Fasteignafélags Sandgerðis sé ekki á dagskrá bæjarstjórnarfundar næstkomandi miðvikudag. Vonast eftir skýringum sem fyrst. Þannig að ég bara beini spurningum minni til forseta úr ræðustól. Takk. Takk fyrir þetta, Anton. Komum pínu spánst fyrir sjónir að það er ekki fengið svarið og fór nú að tjekka á því að ég leitaði eftir svörum og hélt ég þeir sendir og ég
les hérna bara upp, ég er með fundar, eða sem sagt svartíðin hérna, en mér sýnist, og ég get ekki tekið það allan vafa, en þetta er skrítinn póstur sem hefur farið. Það virðist eins og það sé ekki þitt netfangan inni, sem ég veit ekkert á hverju, en ég skal svara þessu núna hér í pontum, þar sem ég taldi mig hafa svarað þér í tölvupósti, en að það fundargerðir sem stjórnarfunda í félögum, hafa ekki verið lagðar fyrir bæjarstjórn né bæjarráð hjá okkur. Einungis aðalfundargerðir eða boð þar sem fundargerðir stjórna milli aðalfunda, og það er bara lagt upp með það að stjórnir fari bara með umboð á milli aðalfunda. Þessar fundargerðir hafa ekki verið lagðar fyrir í bæjarstjórn né bæjarráði, allavega ekki hingað til. En síðan þarf þá bara að skoða það hvort að það er eitthvað sem þarf að gera breytingu á eða óskar eftir, og til ég þá að það þyrfti bara að fara fram umræðan það í bæjarráði. Ég vona að þetta svari ykkur. Takk fyrir. Fleiri sem kveða sér hljóðs undir fundarstörfum forseta. Anton, gjör svo vel. Forseti og bæjarfulltrúar, ég þakka fyrir þetta svar. Eins og ég segi, mér hefur aldrei borist neitt svar í tölvutæku formi frá forseta, nema það væri verið að skoða málið. Það hefur ekki komið nein haldbær skýring, sem sagt ekki til skila. Þannig að einu skilaboðin sem ég fekk frá forseta að það væri verið að vinna að málinu og skoða málið, en það bárust engar skýringar. Þannig að ég þakka bara fyrir þau svör. Takk fyrir, Anton. Við tökum þetta líka kannski aðeins eftir fundi. Ég veit ekki hvað fór óskeiðis í tölvupóst skeytasendingum okkar á milli, en það er alveg sjálfsagt að ýta eftir svörum frá forseta í framtíðinni ef menn fá ekki svör. Þá erum við komin að, eru fleiri sem kveða sér hljóðs undir þessum lið? Takk fyrir, Magnús Sigfús. Forsetir, góður bæjarfulltrúar, já, mér undrar alveg við þessu svari. Ég veit ekki betur en að fundargerð Hafnarráðs sé lögð fram eftir hvert fund. Þetta er næsta bæjarstjórnarfund. Það liggur alveg fyrir. Þannig að þetta er svona útúrsnúningur bara í málinu. Það er á móti hefur oft verið frestað kannski einu fundi eða eitthvað, og þá hefur þetta bara komið fyrir og lagt fyrir fund. Þannig að megum við þó eiga vona á að fundir Hafnarráðs verði ekki lagðir fyrir. Því að það sé ekki, það er stjórn. Ég bara er að velta fyrir mér atburðarásinni hvernig hún á að vera. Það verður þá að fara aðra leiðir, bara að biðja fundargerðirnar ef við þurfum að fá þær einhvern veginn upplýstar. Það er umræður og umræður sem fara á þessum fundum, þær verður að koma þá einhvern veginn öðruvísi fram. Ef það er ekki lagðar fyrir bæjarráð, þá spyr ég hvernig á ég sem slíkur að geta fengið upplýsingar það hvað var að gerast á þessum fundum. Ef þetta er ekki lagt fram. Það er starfandi hópur sameiningu á íþróttafélögum. Það er ekki sjálfsagt að leggja það fram til upplýsingar. Ég er bara að velta fyrir mér hvað það er sem er þarna á ferðinni sem að virka svona. En það er allavega, ég veit bara eitt dæmi á það að fundargerð Hafnarráðs hún er alltaf lögð fram, og það er stjórn. Takk fyrir þetta, Magnús Sigfús. Magnús, bæjarstjóri, gjörðu svo vel. Já, forseti. Það er raun og veru eitt grundvallaratriði í þessu máli, sem er það að stjórn fasteignafélags Sandgerðis er stjórn hlutafélags, enga hlutafélags, sem er að vísu á fullu í eigu ekki ríkisins, heldur sveitarfélagsins, og starfa samkvæmt hlutafélagalögum og samkvæmt samþykktum þetta tiltekna hlutafélag. Og það er ekkert hægt að hliðsitja það við Hafnarráð. Hafnarráð er skilgreind fastanefnd sveitarfélagsins sem hefur með höndum málefni hafnarinnar, og þannig þetta
þetta ólíku saman að jafna þarna. Ég myndi nú halda að vera þá kannski tilefni til að stjórn fasteignafélagsins ræði það bara, hvort að hún vilji leggja fundargerðir stjórnarfunda fyrir bæjarráð. Stjórn hlutafélags, að því þetta nú hlutafélagaform, hún hefur fullt umboð til að sýsla með mál hlutafélagsins á milli aðalfunda. Og aðalfundi gerir síðan stjórn hlutafélagsins grein fyrir starfsemin og liðnu starfsári. Og þannig þetta bara. Þetta er allt annað form, rekstrarform og heldur en við getum verið að ræðum í tengslu við fastanefndi sveitafélags. Það bara allt annað hlutur. Og þannig að ég bara legg til að við tökum bara umræðum þetta. Ég held að standi nú jafnvel til fundir í stjórnin fljótlega. Þannig að ég myndi nú vilja bara leggja það til að stjórnin bara ræði þetta og komast að raun það hvernig ég með þetta að fara. En þannig að ræða stjórn í hlutafélagi. Það er alveg skýrt. Takk fyrir þessa viðbótar útskýringar, Magnús. Eru fleiri sem kveða sér ljós? Magnús Sigfús, gjörðu svo vel. Forseti, góðir bæjarfulltrúar. Já. Ég vil þakka Magnúsi fyrir þessar útskýringar á þessu formi. En það liggur alveg fyrir að þó að Hafnarráð sé fastanefnd sveitafélagsins, og þá erum líka stjórn Hafnarnefndar og rekur hana. Og ég ætla ekki að karpa það við hann hvort að rétt sé að þetta sé svona eða hins einn, en hitt er svo annað mál að mér finnst mjög eðlilegt að stjórn fasteignafélagsins taki allavega þessi málefni til skoðunar, hvort eigi að birta fundargerðirnar þegar og funda er á milli aðfunda. Það vill bara svo til, það hefur ekki verið það að ræða undanfarið að það hafi verið nema bara rétt aðalfund að ræða einu sinni á ári. Þannig að það er kannski nýbreytni í því sem er að gerast. Takk fyrir þetta. Eru fleiri sem kveða sér ljós þessu lið? Þá höldum við áfram dagskrá. Þá er það fundargerð til kynningar og við fyrst er hérna bæjarráð 157. Gef orðið laust fundargerðina. Magnús Sigfús, gjörðu svo vel. Fyrst að það mál? Já, er það ekki? Forseti, svo við bæjarfulltrúar. Ég er að velta fyrir mér 1511. Það sem það liggur fyrir minnisblað með tillöguformi, það sem er tillögu að ræða. Ég er að velta fyrir mér þeim hlutum hvort að þetta sé hugmynd sem að meirihlutin er að leggja inn í nefndastarfi sem á að fara að vinna í kringum eldri borgara. Með þessu minnisblaði sem þar og þeirri tillögugerð sem þar er. Eða ég er að velta þessu bara fyrir mér. Það er einhver forsenda fyrir því sem að Sigursveinn Bjarni Jónsson formaður bæjarráðs er að setja þetta á dagskrá. Þannig að þá er maður að velta fyrir sér hvaðan þetta komið og er þetta til afgreiðslu í starfshópnum eldri borgara. Ég ætla ekki að fara að lesa minnisblaðið, það þarf ekki, en það er mjög kröftugt og er alveg sérstakt sett út þegar á að loka ákveðnum stofnunum og öðru í sveitafélagi.
Takk fyrir þetta Magnús Sigfús, þessa fyrirspurn. Sigursveinn, gjörðu svo vel. Hæstvirtur forseti og bæjarfulltrúar. Varðandi minnisblaðið sem var lagt fram í bæjarráði, þá eru þar, já, drastískar tillögur að mínu mati og á fundi bæjarráðs þá vildum við í meirihlutanum vísa minnisblaðinu til starfshópsins til nánari skoðunar. En fyrir mitt leyti þá hugnast mér ekki þær tillögur sem þarna koma fram. Ég vil að starfið í miðhúsum verði áfram öflugt. En eins og ég segi, við vildum allavega að það er ekki bara þær hugmyndir í þessu minnisblaði, það er ýmsar aðrar hugmyndir reifaðar og mér finnst jákvætt þegar að starfsmenn taka af skarið og koma með sínar pælingar í málaflokkana. En eins og ég segi, þetta endurspeglar ekki álit meirihlutans. Við viljum láta skoða þetta nánar og ég ítreka fyrir mitt leyti þá vil ég sjá félagsstarf aldraðra í miðhúsum eflast. Takk fyrir. Takk fyrir þetta Sigursveinn. Fleiri sem kveða sér ljós. Anton Kristinn, gjörðu svo vel. Forseti og ágætu bæjarfulltrúar. Ég kem hérna upp undir sama lið, 1511, félagsstarf eldri borgara. Já, ég ætla bara að viðurkenna það, mér brá svolítið þegar ég sá þessa tillögu að sem var lögð fram í bæjarráði að í þessu minnisblaði að við skildum að það er sett á dagskrá í bæjarráði sem sagt þetta minnisblað og þessi tillögugerð sem var inn í minnisblaðinu og mér svolítið, það hlýtur einhver að vera að biðja þessa tillögur, það hlýtur bara að vera. Það er einhver sem er að kalla eftir þessum tillögum. En mér langar bara að árétta það að það gengur hreinlega bara ekkert upp í mínum huga og okkar í B-listanum að fara að loka þessari starfsemi með þessum hætti út af því að við vitum það sem að þekkjum til og eru með aldra fólk í kringum okkur og annað að þarna komi fram útfærslur að jafnvel að fara að keyra á milli kjarna í félagsstarf eldri borgara og í mínum huga þá er mjög erfitt að fara að setja aldra fólk sem á erfitt með gang og annað kannski upp úr áttræðu upp í bíl með göngugrind og annað. Þannig að mér hugnast ekki þessar tillögur, bara svo Sigursveinn viti það, þá hugnast okkur ekki þessar tillögur. Og ég held að við getum nýtt aksturinn í frístundastarfinu fyrir úlingana og þeir sem eru frískir og fæti, en ég held að þetta gangi bara hreinlega ekki upp fyrir þá sem eru fótalúnir og eiga erfiðara með að fara á milli staða. En hins vegar fagnar maður að málefni eldri borgara séu komin á dagskrá, þau eru það, svo sannarlega. En ég held að við ættum að gleyma þessari hugmyndafræði að loka miðhúsum. Takk fyrir Anton. Fleiri sem kveða sér ljós. Magnús Stefánsson, gjörðu svo vel. Já, forseti, bæjarfulltrúar. Þetta mál ber þannig að stjórnendur hjá sveitarfélaginu, sviðsstjórar og aðrir, þeir hafa fengið, ég er ekki að segja kröfu, heldur óskir að koma með tillögur mögulega hagræðingu reksturs sveitarfélagsins eða breytingar á starfsemi. Þetta minnisblað sem þarna að ræða er algjörlega samið á ábyrgð þeirra aðila sem skrifa undir það. Þetta er þeirra bara hugmyndir og þær eru lagðar þarna fram til þess að kjörnir fulltrúar geti fjallað það málefnalega, tekið afstöðu, samþykkt eða hafnað eða hvernig sem það er. En þetta er viðleitni stjórnenda til þess að koma með hugmyndir til kjörna fulltrúa
starfsemi sveitarfélagsins og þannig að ég bara vona að kjörnir fulltrúar virði það að stjórnendur geti komið með hugmyndir og tillögur til kjörna fulltrúa eins og hefur verið óskað eftir. Það hlýtur að vera jákvætt að gera það og ég heyri það svo sem að það er þakka fyrir frumkvæðið og þetta bara þannig. Þannig að ég bið nú bara kjörna fulltrúum að höndla þetta mál með þeim hætti að þetta eru hugmyndir frá starfsfólkinu og það bara innlegg í pælingar hjá kjörnum fulltrúum starfsemi í sveitarfélaginu. Það er ekkit svo bara að taka með afstöðu til þess. Nú, ef að starfsmenn sveitarfélags stjórnendur sem ég veit að hugsa þetta hverjum degi, hvað er þetta að gera og ná fram hagræði, ná fram svona betri umgjörðum þjónustu og starfsemi, það er bara þannig. Ég veit alveg að starfsfólk spyr sig hvernig eigum við að bera okkur að með að koma slíkum hugmyndum á framfæri við kjörna fulltrúa. Ég held að það sé mál sem við þurfum að ræða í kjölfar á þessu máli. Vegna þess að þetta snýr að starfsfólkinu fyrst og fremst sem að kemur með þetta minnisblað fram til umræðu, til pælinga og auðvitað er kjörni fulltrúar sem taka ákvörðun hvað að gera. Þannig virkar þetta. Takk fyrir þetta, Magnús, og ég held að þetta hefur bara mjög nauðsynlegt að fara aðeins yfir þetta vegna þess að tillagan kemur að sjálfsögðu frá þessum starfsmönnum sem skrifa undir hana. En það er rétt að meirihlutinn hefur auðvitað komið þeim hugmyndum á framfæri að hagræðingar séu skoða séu hagræðingar hjá sveitarfélaginu, sem bara eðlilegt. Ég held að ekkert óeðlilegt við það og ég held að sé heldur ekkert óeðlilegt að vísa þessu inn í þennan stýrihóp til umræðu. Hvort sem afstæða til þess að tillögu verður svo tekin fyrir sér og seinna. Af því að þetta er allt saman gögn og innlegg inn í umræðum starf eldriborgara og umgjörnum eldriborgarana í samfélaginu okkar. Og við þurfum að geta tekið þá umræðu á vísinnan hátt og skoða allar hliðar á þeim málum með því að huga vel að þeim fjármunum sem eru lagðir í málaflokkinn og veita góða þjónustu til þess hóps sem að þarf á þessar þjónustu að halda. Þannig að ég held að við ættum að bara svona aðeins að anda inn og út varðandi þessa tillögu og gefa líka stýrihópnum rými til að vinna og afgreiða svo þessa tillögu seinna þegar þá stýrihópur er búin að ljúka störfum. En fleiri sem kveða sér ljós undir þessum lið, Magnús Sigfús gjör svo vel. Forseti, góðir bæjarfulltrúar, með öll mál sem við setjum fram, alveg sama með hvaða hætti við gerum það, við hljótum alltaf að þurfa að velta fyrir okkur með framsetningunni hvaða áhrif það hefur út í samfélagið. Það er það sem að verið að gagnrýna, það er ekki verið að gagnrýna það að sé óska eftir því að bæjarfulltrúar og starfsfólkið reyna að koma með einhvers konar hugmyndir. Er eitthvað eðlilegt að komi fram endilega tillögur í tillöguformi? Það er hægt að setja þetta minnisblað fram með allt öðrum hætti án þess að vera að setja þetta upp þannig að þetta sé svona hálfgert afgreiðsluform á þessu. Það er það sem verið að gagnrýna. Og minnisblaði getur alveg átt erindi inn í umræðuna hjá hópnum sem á fjalla þessi mál. Og það er ekkert óeðlilegt við það. Og þar komi alls konar hugmyndir upp. En það er alveg sama hvernig við horfum á þetta. Það er alltaf á ábyrgð formanns bæjarráðs að skella svo dagskrá. Það liggur alveg fyrir og hleypa málin út í kosmósið. Við getum ekki tekið það á okkur. Hann lýsir þig hér yfir í ræðustól að hann sé algjörlega ósammála þessum tillögum. Það er veganesti sem á að fara inn í vinnuhópinn. Það er það sem verið að gagnrýna, það er áhrifin af minnisblaðinu, það sem fer út í kosmósið. Og maður heyrði alveg af umræðunni og það var komið að máli við mann þetta og þetta hafði mikil áhrif.
Það er það sem ekkert er gott að eiga við. Þegar áhrifin fara svoleiðis á stað. Og það er ekki verið að gagnrýna það á nokkurn annan máta, þó að framkvæmdastjóri sveitarfélagsins óski eftir því að starfsfólki hans komið með hugmyndir að sparnaðu einhverju öðru. Það er bara útúrsnúningur út í málinu, algjör. Og mér finnst bara óeðlilegt ef við erum að gagnrýna formið að komi útúrsnúningin að vita við séum mótfallin málinu og aðferðafræðinni sem er verið að nota hjá starfsfólkinu. Það er bara það sem ekki er gert. Takk fyrir Magnús Vigfús. Sigursveinn, gjörðu svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Mér leiðist það óskaplega þegar að menn leggja mér orð í munn og segja að ég sé að hafna öllum tillögum í þessu skjali. Ég sagðist hafna því að leggja niður starf aldrara í Miðhúsum. Það er ýmsar aðrar tillögur í þessu minnisblaði sem ég tjáði mig ekki um. Og mér leiðist það líka að það sé gerir einhver pólitískur sandkassaleikur úr þessu máli og að mér skilst að það hefur einhver verið að útvarpa þessu út allan bæ og til eldri borgara. Þetta kom sem vinnuskjal í bæjarráði til okkar bæjarfulltrúa og ég hef svo gjarnan viljað að við hefum getað rætt þetta í þessum vinnuhópi út frá öllum hliðum. En ég ítreka það, ég er á móti því að félagsstarf aldraðra verði lagt niður í Miðhúsum. Þar er ég alfarið á móti, svo það sé alveg skipt. En segja aftur, mér finnst jákvætt að starfsfólk komi með sínar hugmyndir og pælingar til okkar, kjöruna fulltrúa. Og við þurfum að virða það og skoða það vel og ígrunda. Takk fyrir. Takk fyrir Sigursveinn. Fleiri sem kveða sem ljósum þessum einu Jón, gjörðu svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Góð umræða og þörf formið. Þetta var lagt fram í bæjarráði og þar var fjallað þetta og eins og kom fram í máli bæjarstjóra þá kemur þetta frá sviðsstjóra og starfsmanni þar. Okkur fannst eðlilegt í stað að slá allt af eða segja já við öllu að hleypa þessu umræðu einmitt til þess að menn taki málefnilega umræðu málið. Það er mjög óeðlilegt ef þetta hefði bara lotið já að mér eða nei og ekki neitt. Því þannig inni eru margar tillögur og mér finnst merkilegt að, og við þurfum að vanda það, ef það er þannig að bókunin á þessu máli hafi ollið fjaðrafóki, þá finnst mér það mjög skrítið ef þið lesi bókunina. Aftur á móti þykir mér alvarlegt þegar er boðað til fundar í Miðhúsum þar sem þessi tillaga er lögð fram og dreift salinn. Það finnst mér alvarlegt og er gert til þess að æsa í fleikana. En við verðum þá að ræða í hvernig formi viljum við fá tillögin í bæjarráð. Viljum við að starfsmenn okkar senda þetta sem trúnaðarmál? Mér finnst bara ræðum þá formið, hvernig viljum við gera þetta? Af því að ef við viljum virkja starfsmennina, sviðsstjórana, þannig að þeir geti komið fram með tillögur til umfjöllunar hjá okkur í hvaða formi á það að vera. Við viljum ekki bara fá þetta inn í meirihlutann og búa til eitthvað þar. Við viljum fá þetta í umfjöllun hjá bæjarfulltrúum. Hvernig óskar menn eftir að formið verði? Hvað væri heppilegt? Af því að það vera að tala um formið á þessu. Hvernig viljum við sjá þetta? Mér finnst það fyrir að koma fram. Ég sé bara tvo möguleika, þetta er gert á svipaðan hátt núna og svo sé bara þá það ferli að vinna og þess að fara í dreifingu í sveitarfélaginu. Eða hreinlega sé lagt fram til trúnaðarmál sem ætti ekki að þurfa. En ræðum formið. Ég tek undir, það er mjög gott að fara sér tillögu fram. Ég er ekki búin að mynda með skoðan að hvort það er jákvætt eða neikvætt. Ég get alveg viðurkennt það. Ég var mjög hissað í sjá blaðið. En ræðum formið. Hvernig sjáum við það? Hvernig viljum við það?
komið með tillögur hvernig við viljum sjá þetta form. Þannig að starfsmennirnir okkar vilji áfram koma með góða tillögur fyrir okkur til sparnaðar. Þannig að við getum svo rætt það og mynda okkur skoðun sem bæjarfulltrúar. Takk fyrir þetta Einar Jón. Kannski aðeins að hnykkja hérna á líka bara varðandi með þessar tillögur sem að starfsfólki okkar eru að koma með. Þetta eru auðvitað ekki bara sparnaðartillaga, þetta er líka tillögur þar sem að þau eru að sjá í sínum störfum sem að geti gert þjónustuna betra þeirra mati. Þannig að það er ekki bara hagræðingartillögur sem að starfsfólki okkar er að leggja hér fram. Eru fleiri sem kveða sér hljóðs undir þessum lið? Eða bæjarráð 157 Anton, gjör svo vel. Forseti og ágætu bæjarfulltrúar. Þetta er áhugaverð umræða og henni ber bara að fagna. En svo það komi líka skýrt fram, en hér tala menn formið sko, og formið á hlutunum, hvernig það á að vinna. Meirihluti lítur að hafa einhverja stefnu í þessum hagræðingar aðgerðum, hvernig á að setja þar fram. Það hlýtur bara að vera, víst að það er verið óska eftir hagræðingum. Sko mér finnst allavega vera svolítið svona fyrir mér að horfa á þetta þannig að ef við horfum bara út frá stjórnsýslunni að þá er formaður bæjarráðs, hann ber ábyrgð á dagskránni, hann blessar dagskrána áður en hún fer fram og þá ef að vera að tala um formið að það ekki að vera eitthvað tillögugerð frá starfsmönnum í minnisblöðum, þá skulum við bara vanda okkur hvernig þetta er unnið. Ekki vera að fara fram með þessum hætti. Þú veist, starfsfólki, við þurfum á því að halda, en það er þá spurning formið hvernig hlutirnir eru settið fram. Eru þeir settið fram í greinagerð, eru þeir settið fram í tillögugerð, eru þeir settið fram sem minnispunktar? Vöndum okkur. Takk fyrir þetta, Anton. Fleiri sem kveða sér hljóðs undir þessu lið. Magnús Jökull, gjör svo vel. Forseti, góðir bæjarfulltrúar. Ég finnst svolítið skrítið þegar menn eru að ýja að einhverjum þáttum í þessu að það hefur verið haldinn fundur sérstaklega í Miðhúsum til að espa upp einhvers konar mál og dreifa einhverjum hlutum. Ég veit ekki til þess að það hafi verið neitt bæjarfulltrúa þarna á þessu fundi. Ég veit ekki til þess og ég veit ekki til þess að þeir hafi boðað það, en ég veit að starfsmennirnir voru þarna. Þannig að ég veit ekki hver hefur boðað þennan fund og á hvaða forsendum hann er. En að vera að brigsla fólki hérna einhverja svoleiðis þætti, þá held ég að hljóti að menn þurfi bara lítið speil og gátt þeir að vera þarna sjálfir. Takk fyrir þetta. Fleiri sem kveða sér hljóðs, Einar Jón, gjör svo vel. Forseti ágætu bæjarfulltrúar, svo að þessi alveg reynu, þá býst ég afsvona því. Ég var ekki í að því að bæjarfulltrúar hefðu verið að spæta upp. Alls ekki. Bara svo það sé á hreinu. Ég er alls ekki að segja það. Svo sé alveg á hreinu. Þannig enga síður, þá var haft samband við mig eftir hann fund, var reyndar fyrir og svo frétti ég eftir fundin að þessu minnisblaði hefur verið dreift þarna af einhverjum aðalinn sem voru á fundinu. Það er það sem ég segja. Ég er ekki að biskla eða að segja það að bæjarfulltrúar hafa gert það. Svo það sé alveg á hreinu. Ég vil að bara alveg á hreinu. Takk fyrir þetta, Einar Jón. Fleiri sem kveða sér hljóðs undir þessari fundagerð. Nú ef ekki, þá setjum við pinna hér og förum að öðru leyti fundagerðin bara lögð fram. Þá erum við komin að 16. máli sem er bæjarráð 158 og ég gef orðið laust um fundagerðina. Anton Kristinn, gjör svo vel. Forseti og ágætu bæjarfulltrúar. Ég kem hérna upp undir liðnum 16.10, afhending á öryggi á heitu og köldu vatni í Suðurnesjabæ. Þetta er málefni sem við í B-listanum lögðum til og köllum eftir upplýsingum Ég vil byrja að þakka bæjarstjóra og formanni bæjarráðs fyrir að bregðast við erindinu.
þarna koma fram upplýsingar sem að gefa svona haldbæra og góða yfirsýn yfir þá þætti sem snúa afhendingu öryggi í okkar samfélagi. Nú bíða menn með öndin í hálsinum, svo maður segja, upp á Veðurstofu og bíða eftir að dragi til tíðinda í og við Svartsengi. Þannig að ég held að það sé gríðarlega mikilvægt fyrir okkur að hafa þessar upplýsingar hérna inn í stjórnsýslunni, hvernig þessum háttum hérna er háttað og hérna maður fær bara svona góða tilfinningu að sjá það miðað við það sem er í gangi, að það er bara helling í gangi. Og ég held að það sé líka bara gott fyrir bæjarfulltrúa að kynna sér þetta hérna svar frá HS Veitum ef þeir hafa ekki nú þegar gert það, til þess að hafa svör á reiðum höndum fyrir íbúa sveitafélagsins ef hérna það verður rof á afhendingu á vatninu okkar. Takk. Takk fyrir þetta, Anton. Fleiri sem kveða sér hljóðsundu við þessari fundargerð? Ef ekki, þá var hún að öðru leyti hér lögð fram. Þá erum við komin að 17. máli sem framkvæmt á skipulagsráðs nr. 60, síðan 22. janúar. Ég gef orðið laust fundargerðina. Magnús Sigfús, gjörðu svo vel. Forseti, góðir bæjarfulltrúar. Rétt að blása svolítið í svona léttari strengi í þessari umræðu. Vegna þess að ég sá að það var auglýst úthlutun á lóðum í Skerjahverfinu í Sandgerði. Þetta hefur ekki tekið nema 4 mánuði að koma þessu gegn, en hérna Júðið hefur allavega staðfest málsáttin að lengi bólar dropinn steininn, svo það stendur. Þannig að það hlýtur að vera mjög jákvætt þegar á að fara í hérna úthlutun á þessum lóðum sem þarna eru. Og hérna, ég hefði nú viljað sjá allavega auglýsingarna fyrr í þessu. Það er hérna, ég held að ég sé að fara rétt með að það er allavega 3 vikur síðan að þetta var lagt fram í bæjarráði þar sem að bæjarstjóri var falið að skrifa undir samningum hérna við ríkið lóðirnar og lendurnar og þarna. Þannig að það hefði nú mátt vera búið að auglýsa þetta svolítið fyrr. Ég átti nú samtal við viðkomandi verktaka þarna og ég spurði hvort það stæði eitthvað í veginu fyrir því að þetta væri úthlutað. Að vísu var ekki búið að malbika þarna göturnar. En það kemur fram í auglýsingunni, sá ég í dag, að það er hérna, að það er sagt frá því að það sé ekki búið að ljúka gatnagerðinni, þannig að henni sé ekki alveg lokið. Og það ber að virða það, af því að það tekur alltaf vissan tíma í byggingaferli að biðtíminn verður alltaf einhver, þangað til hægt er að hefja framkvæmdir lóð og eins að úthluta lóðunum. Árið 2024, þá var úthlutað 1 lóð í Sandgerði. 1. Núna ætlum við, nú komum 25 og vonandi verður úthlutunin betri. En þá erum við með hérna eins og gatasikti í byggingaframkvæmdunum og úthlutuðu lóðum og það verðist ekki enn vera hægt að skoða það með nokkrum hætti að endurúthluta þessum lóðum. Ég skil það ekki alveg. Það var reynt að segja við mig hérna, eftir síðasta fund að þetta væri nú vegna þess að þetta væri gamla reglur og allt eftir því, en það var allavega að setja nýja reglur til að reyna að fara í gegnum þetta að menn kengi ekki á lóðum. Og það er spurning, hvað eiga þessar gömlu reglur að gilda í mörg ár? Aðili sem fær lóð úthlutað í september 2022, hann er ekki byrjaður að byggja. Hann hefur rétt ennþá til að hanga á lóðum. Þetta er alveg útilokað að ég geti skilið þetta, en mér finnst allavega skipulagsráð á alveg heiðu skili fyrir það að vera að fara að auglýsa lóður í Sandgerði. Það er ekki þetta að gera neitt annað en
að líta jákvætt á það. Takk fyrir þetta, Magnús Sigfús. Magnús Stefánsson, gjörðu svo vel. Já, forseti, auðvitað það ánægilegt, tek undir það að hérna sé búið að auglýsa íbúðalóðir til umsókna. Þetta mál, það kom fyrirspurn um þetta mál, ef maður rétt á síðasta fundi bæjarstjórnar, hvar þetta mál stæði. Ég svaraði því til þá að það væri verið að vinna í að ganga frá samningu við landeigandann að sveitarfélagið fengi heimild til heimild til umsýslu lóða, það er að segja að úthluta lóðum, gera lóðalegu samninga og svo framvegis. Það var nú bara frágengið í síðustu viku á hálfu fjármálaráðsins. Þannig að nú er búið að ganga frá þessum samningi, þessum samkomulagi, ég held að sé í gögnum hjá okkur, rafrænt undirritaður samkomulag við fjármála- og efnahagsráðuneytið umsýslu lóða. Þannig að nú er sveitarfélagið með fullt umboð til þess að úthluta þessum lóðum sem var ekki fyrir í síðustu viku og jafnframt er búið að ganga frá því sem kallast merkjalýsing þetta svæði sem gerir það að verkum að það er hægt að stofna lóðirnar. Það var klárað í síðustu viku líka og nú eru þau gögn og allur frágangur að því leyti í ferli hjá Húsnæðis- og mannvirkjastofnun og þegar því er lokið þá verður þessum gögnum allur þinglýst. En ég bara legg áherslu á það að við sveitarfélagið var ekki með það í fullum rétti að úthluta þessum lóðum fyrir en að búið að fá umboð frá landeigandanum til umsýslu lóðana og það liggur fyrir núna. Þess vegna voru lóðarnar auglýstar núna til umsókna og við vonumst til þess að fá svolítið hressilegan áhuga á þessum lóðum til þess að leikurinn gerður og það verður auðvitað spennandi að sjá hvernig markaðurinn tekur á móti því, eða bregst við þessu. Það verður spennandi og vonandi verður það bara mjög gott. Takk fyrir þetta, Magnús. Það er gott að vera á jákvæða nótum. Það er gott að þessu uppbygging í sveitarfélaginu okkar. Eru fleiri sem kveða sér ljós undir þessa fundargerð? Anton Kristín, gjörðu svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Já, ég bara get tekið undir það sem hefur komið hérna fram. Ég er virkilega ánægður að sjá það að við séum loksins farin að huga að auglýsingu á þessum lóðum, en ég veit líka vel að það hefur verið mikið samtali gegnum við ríkið varðandi landið, en svona að öðru þá, eða þú veist þessu tengt, að þá tel ég líka bara mikilvægt að við auglýsum þetta vel, að við auglýsum þessa lóðir vel í einhverjum fjölmiðli, mögulega í Héraðsblaðinu sem er hérna á Suðurnesjum og til þess að vekja áhuga á þessum lóðum. En það stingur aðeins í augun eins og Magnús Sigfús kom inn á hérna áðan að það sé einhverja lóðir hérna sem liggja sem eru útdeilt 2022 og það er ekki ennþá byrjað á þeim. Þá höfum við bara að vinda okkur í það að kalla þær inn. Það er komið ný lóðarúthlutunarreglugerð og annað í kringum þetta, þannig að reglugerð sem er runnin nær lengra, mjög vönduð reglugerð, bara flott vinna sem var runnin þar. Og við eigum bara ekki að vera óhrætt við það, við erum með reglugerð í höndunum sem nær lengra heldur en gamla reglugerðin, og við höfum skipulagsvaldið að bara svo jafnræði sig gætt á milli eldri reglugerðarinnar og þessarar, að nú er bara þessi nýja reglugerð í gangi sem að nær lengra, þannig að við ættum bara að kalla inn þessar lóðir sem eru stopp og ekkert byrjað. Og bara endur útluta þeim, út af því að það veitir ekkert af því. Við þurfum að eiga lóðir fyrir ört stækkandi sveitafélag og eins og ég segi bara svo ítrykki afstöðu mína og það er bara virkilega jákvætt að við séum að fara að byggja upp í meira í Skerjahverfinu. Takk fyrir þetta, Anton. Fleiri sem kveða sér ljós. Einar Jón, gjörðu svo vel. Forseti, kæru bæjarfulltrúar. Ég tek undir með þeim félögum sem hér stóð í pontu og fagna því að sé komið að fara úthluta lóðum í þessum hluta Skerjahverfisins. Og ég get alveg tekið undir það með þeim að ég er mjög ánægður að þessi loksins komið í gegn.
ég get alveg lofað bæjarfulltrúum því að ég hef verið að ýta virkilega vel eftir þessu og það var ekki fyrir síðustu viku sem að skrifa var undir. En aðeins vegna orða bæjarfulltrúa Antons reglugerðina, ég algjörlega sammála því að það væri óskandi ef þetta væri svona einfalt, eins og hér var sagt úr pontu. Mér sagt af skipulagsfulltrúa og að það sé ekki hægt að kalla tilbaka lóðir sem var úthlutað samkvæmt þeirri reglugerð sem þar var. Þó að komi ný reglugerð sem gangi lengra. Þannig að svona samkvæmt einhverjum stjórnsýslureglum eða lögum, þá sé það ekki hægt. Ég hef tekið orð skipulagsfulltrúa bara trúanleg. Ég vildi óska að við gætum það. Ég hef leitað leiða og ég kalla eftir aðstoð við það ef við getum það. Þegar ég algjörlega sammála bæjarfulltrúa Magnúsi. Það óeðlilegt að maður geti setið svona lengi á lóðum og gera ekki neitt. Eða bara rétt verið byrjað. Því það kallast að hefja framkvæmdi þegar menn voru búin að setja gröfin á og grafa smá holu. Það algjörlega sammála bæjarfulltrúa Magnúsi. Það bara óásættanlegt. En því miður og þá skilst mér að þetta sé ekki hægt, en ég myndi bara mjög gjarnan vilja þá að hvort sem það hér eða síðar við bara ræðum þá og finnum leiðina. Því ég algjörlega sammála að það þarf að endurútluta þessu lóðum, eða menn ætla sér ekki að fara að byggja það. Takk fyrir þetta Einarson. Fleiri sem kveða sér ljós. Anton Kristinn Gjörnsvel. Forseti ágætu bæjarfulltrúar. Já, mér sagt og ég heyri, en ég held að þessi væri bara skynsamlegt til að fara að fá úr þessu skorið að við fáum bara lögfræðiálit á þetta, til að vera ekki með þetta hangandi yfir hausamótunum á okkur. Og við í Framsóknarflokknum getum alveg þá komið bara með tillögu þess efnis inn í næsta fund Frankfurt Skipulagsráðs, ef menn vilja það. Takk. Takk fyrir þetta Anton. Fleiri sem kveða sér ljós. Einarson Gjörnsvel. Ég skal taka það bara til greina að koma það bara með á næsta fund áliti, óska eftir því það verið tilbúið bara fyrir næsta fund. Þannig að mér fá það. Ég tek bara undir það. Það er bara mjög gott að fá það svart á hvítu. En mér skilst að eftir þessu hafi verið leitað, en ég skal sjá til þess eða óska eftir því við sviðsstjóra að það verið lagt fram á næsta fundi. Takk fyrir þetta Einarson. Fleiri sem kveða sér ljós undir þessum lið. Nú ef ekki, þá er fundargerðin að öðru leyti lögð fram og við höldum áfram og það er fundargerð Fræðsluráðs nr. 51. Ég gef orðið laust fundargerðina. Mér langar kannski aðeins að nefna fyrsta máli á dagskrá sem var íslenska æskulýðsrannsóknir sem við í nefndinni fengum kynningu á frá skólastjórum grunnskólana og margar áhugaverðar niðurstöður þarna varðandi börnin okkar í sveitarfélaginu og það er kom meðal annars fram að virkni barna og ungmenna hér í sveitarfélaginu er ekki nægilega mikil og við höfum svolítið verið að ræða þetta í fræðsluráði og ég veit að líka verið að ræða þetta í tómstundaráðinu. Þannig að ég held að þetta sé eitthvað svona sem við þurfum virkilega að huga að hér og sviði hjá okkur sem að séu þessi mál. En það var svona svolítið áberandi hvað virkni ungmenna hér í okkar sveitarfélagi var í raun og veru lítil. Við myndum vilja sjá hana meiri. Og þetta bindum á vonu við að við getum fara að spyrna þess við fótunum. Og við erum líka reyndar að sækja í styrki og fengum meðal annars styrk frá uppbyggingarsjóði Suðurnesja varðandi heilsueflingu eða kannski eitthvað vil hjálpa mig hvað hann heitir nákvæmlega þarna í uppbyggingarsjóðnum. Fengum held ég tæpa 1,5 milljón í þetta verkefni í heilsurækt hér fyrir ungmennin okkar í sveitarfélaginu sem er mjög jákvætt. Þannig að það er svo sannlega verið að reyna að vinna því að auka virkni ungmenna hér í sveitarfélaginu. Ég vildi bara svona aðeins nefna þetta. Það var líka farið stefnumótun í fjármögnun grunnskóla. Ég vona að þið hafi kíkt svolítið á það og það ferli sem þar er í gangi.
Það myndrænt þarna inn í gáttinni eins og þið getið séð undir þessari fundagerð og það líka bara mjög áhugavert og ég veit að þessi fundir sem hafa verið haldnir hafa verið mjög jákvæðir og vonandi skilar okkur þetta bara enn betri yfirsýn yfir það hvernig þjónustu erum að sinna í grunnskólum okkar og hvað erum að verja fjármagninu okkar í. Þannig við hlakkum til að sjá niðurstöður úr þessu. Fleiri sem kveða sér hljós undir þessari fundagerð? Ef ekki, þá er hún hér að öðru leyti lögð fram og við höldum áfram. Þá er það fjölskyldu- og velferðarráð númer 57. Það er síðan 16. janúar. Ekki var orðið laust fundagerðina. Nú ef einhver kveður sér hljós, þá er fundagerðin hér að öðru leyti lögð fram. Þá er það 20. mál á dagskrá sem er ferðasafn og menningarráð. Númer 32. Ekki var orðið laust fundagerðina. Engin kveður sér hljós, þá er fundagerðin hér bara lögð fram. Þá er það 21. mál sem er öldungur á Suðurnesjabæjar og sveitafélagsins Voga. 19. fundur síðan 7. janúar síðastliðinn. Ekki orðið laust fundagerðina. Ef engin kveður sér hljós, þá er hún hér bara lögð fram. Þá er það ungmennaráð síðan 17. janúar, fundur númer 17. Ekki orðið laust fundagerðina. Ef engin kveður sér hljós, þá er fundagerðin hér lögð fram. Þá er það mál 23, samband sveitafélags Suðurnesjum, fundagerð síðan 8. janúar síðastliðinn, ekki orðið laust fundagerðina. Ef engin kveður sér hljós, þá er fundagerðin hér lögð fram. Þá er það síðasta mál á dagskrá sem er Kalkasorpeyðingarstöð, fundagerð stjórnar síðan 14.1. Ekki orðið laust fundagerðina. Ef engin kveður sér hljós, þá er fundagerðin hér lögð fram. Dagskrá fundarins tæmd og komið að lestri fundagerðar, fundarritarinn. Já, ágæti forseti, bæjarfulltrúar og bæjarstjóri. Þá ætla ég að lesa yfir það sem bókað hefur verið og biður ykkur að láta mig vita ef einhverja breytingar þarf að gera áður en þetta er samþykkt. Fundagerð 77. fundar bæjarstjórnar Suðurnesjabæjar, miðvikudaginn 5. febrúar 2025. Fundinn sátu Jónína Magnúsdóttir, Einar Jón Pálsson, Magnús Sigfús Magnússon, Oddný Kristrún Ásgeirsdóttir, Anton Kristinn Guðmundsson, Úrsula María Guðjónsdóttir, Laufey Erlendsdóttir, Sigursveinn Bjarni Jónsson, Elín Frímannsdóttir, Magnús Stefánsson og fundagerð ritaði Árni Gísli Árnason. Fyrsta dagskrármál var forkaupsréttur fiskiskipa og það var afgreiðsla þess máls var að afgreiðsla bæjarráðs var samþykkt samhljóða. Annað dagskrármál var skerjahverfi land úr sérsvæði Sandgerði. Afgreiðsla þess máls var að afgreiðsla bæjarráðs var samþykkt samhljóða. Þriðja dagskrármál voru samningar við björgunarsveitir. Afgreiðsla þess máls var að afgreiðsla bæjarráðs var samþykkt samhljóða. Fjórða dagskrármál var íþróttamannvirki, breyting á gjaldskrá íþróttamiðstöðva. Afgreiðsla þess máls var samþykkt með 6 atkvæðum D, O og S-lista. Bæjarfulltrúar B-lista og bæjarfulltrúar Magnús Sigfús Magnússon sátu hjá. Númer 5, dagskrármál númer 5, stefna um aðstoð og þjónustu aldraða í Suðurnesjabæ. Þar tóku til máls UMG, JM og LE. Afgreiðsla var að þess máls var afgreiðsla bæjarráðs var samþykkt samhljóða. 7. dagskrármál fjárhagsáætlanir 2024 viðaukar. Afgreiðsla þess máls var hún var samþykkt samhljóða að staðfesta viðauka númer 11. 7. dagskrármál var byggðakvóti. Þar tóku til máls MSM og EJP. Afgreiðsla þess máls var að afgreiðsla bæjarráðs var samþykkt samhljóða. Dagskrármál númer 8, þjóðlendumál, Eyjar og Sker. Þar tóku til máls MS
og MSM. Afgreiðsla þess máls var að afgreiðsla bæjarráðs var samþykkt samhljóða. 9. dagskrármál menningarsjóður Suðurnesjabæjar. Afgreiðsla þess máls var að afgreiðsla bæjarráðs var samþykkt samhljóða. 10. dagskrármál deiliskipulag ofan Garðvangs teiga á Klappahverfi. Endurskoðun seinni hluta hverfis. Afgreiðsla þess máls var að hafa samþykkt samhljóða að auglýsa og kynna tillögu að breytingum á deiliskipulagi ofan Garðvangs teiga á Klappahverfi, seinni hluta hverfis, samkvæmt 41. grein skipulagslaga. 11. dagskrármál öldungaráð erindisbréf starfsreglur. Afgreiðsla þess máls var að hafa samþykkt samhljóða að vísa málinu til umfjöllunar í bæjarráði. 12. dagskrármál var öldungaráð erindisbréf. Afgreiðsla þess máls var að hafa samþykkt samhljóða að vísa málinu til umfjöllunar í bæjarráði. Dagskrármál nr. 13, störf öldungaráðs. Þar tóku til máls AKG og JM. Afgreiðsla þess máls var að hafa samþykkt samhljóða að vísa málinu til umfjöllunar í bæjarráði. Nr. 14, aðal- og varamenn í nefndum og ráðum Suðurnesjabæjar. Þar afgreiðsla þess máls var að hafa samþykkt með 8 atkvæðum bæjarfulltrúa D og S og B-lista. Bæjarfulltrúi Magnús Sigfús Magnússon sat hjá. Þá var það 15. dagskrármál, bæjarráð, fundur nr. 157. Þar tóku til máls, og ég hafa náð að skrifa alla, það var MSM, SBJ, AKG, MS, JM og EJP. Afgreiðsla var að fundargerðin lögð fram. Dagskrármál nr. 16, bæjarráð, fundur nr. 158. Þar tók til máls AKG. Afgreiðsla örleiti var fundargerðin lögð fram. Dagskrármál nr. 17, framkvæmda skipulagsráð, fundur nr. 60. Þar tóku til máls MSM, MS, AKG og EJP. Örleiti var fundargerðin lögð fram. Það dagskrármál nr. 18, fræðsluráð, fundur nr. 51. Þar tók til máls JM og afgreiðsla var að fundargerðin var lögð fram. Dagskrármál nr. 19, fjölskyldu- og velferðarráð, fundur nr. 57. Þar var fundargerð lögð fram. Dagskrármál nr. 20, ferðasafn- og menningarráð, fundur 32. Þar var afgreiðsla þess máls að fundargerð var lögð fram. 21. dagskrármál öldungaráðs Suðurnesjabæjar og sveitarfélagsins Voga. Þar var fundargerð lögð fram. 22. dagskrármál ungmennaráðs 17. fundur. Þar var fundargerð lögð fram. 23. dagskrármál veit ekki okkur þetta hefur ekki vistast eða mér, ok. Var ekki 23. dagskrármáli, ég held það. Samband sveitarfélag á Suðurnesjum, fundargerðir fundar nr. 808, hann var lagður fram. Og 24. dagskrármál Kalka sorpeyðingarstöð, fundargerðir 2025, þar var fundur 565 lagður fram. Nú sé ég það vantar hérna örlítið, einhverja upprunalega lok. Sjá hvort að það vistast ekki rétt. Það hefur ekki gert það. En Anton Kristinn Guðmundsson kvaddi sér hljóðsundur fundarstjórn forseta, vantaði að fundargerð stjórnar fasteignafélags Sandgerðis væri sett á dagskrá bæjarstjórnar. Til máls tóku AKG, JM, MSM og MS. Og þetta hérna þá kemur aftan við. Og hef ég lokið máli mínu? Já. Takk fyrir þetta. Eru athugasemdir við fundargerðina, Anton? Kemur fram í fundargerðinni að hafi beðið að fundargerðin væri lögð fram eða hvernig var þetta orðað í fundargerðinni? Ég var ekki að beðið það sko. Nei, þú baðst ekki um það. Það var bara fyrirspurn frá Antoni fundarstjórn forseta varðandi svör forseta, eða ekki? Jú, út af því að það ekki borist svarið með rafrænum hætti. Já. Ok. Þannig að bara það sé rétt orðað í fundargerðinni. Lesum það vel yfir og eftir. Eða viltu lesa það upp aftur, hvernig þú... Ég skal bara umorða og við förum með það þá. Er það í lagi þín vegna þá? Já, takk fyrir. Er ykkur fleiri athugasemdir við fundargerð?
þá, ef ekki, þá telst hún bara samþykkt. Og ég þakka fyrir fundinn og fundið er slitið 1844. Yes.